Barbara Guðnadóttir á línunni með fréttir frá Ölfusi. Komdu sæl. Sæll og blessaðir. Hvernig hefur það í dag? Við hefum alveg ljómandi fínt. Jæja, alltaf sama blíðan hjá ykkur? Já, alltaf sama blíðan hjá okkur. Það er alveg dásamlegt veður. Það er enda... Ekkert láta því. Nei, nákvæmlega. Það er enda mjög, gott veður þrátt fyrir að það sé búið að kyngja aðeins niður snjó. Já, það er bara, ég sé, bærast ekki greinarna, maður getur ekki talað lauf, það er ekkert lauf, það er bara stilla út í sínist. Já, er þetta ekki kjörið skíðafæri? Algjörlega. Nú, við vonumst til að hafa sem mest snjó hérna til að geta farið á skíði. Við erum alveg hundleiðileg fyrst sumum. Já. En þetta er bara ótrúlega fínt. Já, nákvæmlega. Ölfus keppir í útfæri á morgun? Jeps, alveg rosa spennandi. Það ekki á að mæta í sjónvarpssal? Ég er alltaf að reyna það. Ég var í sjónvarpssal síðast og það bara gekk ágætlega. Það náði að hvetja þannig þau komist áfram. Já, verður þú ekki að mæta aftur? Þú ert svolítið lukkudýr. Ég verði bara að mæta aftur, já. Ég veit það nú reyndar ekki, því að það var í annarskipti sem ég var þannig með í útsvari og í fyrraskipti þá náði ekki að vinna. Já. En komust áfram í það skipti að þegar voru stigahæsta taflið. Já, það er glæsilegt. Þannig að bara gekk betur en hann leit út fyrir fyrst. Já. Jú, allavega þetta er mjög spennandi. Þetta var mjög skemmtileg keppni síðast. Þetta er náttúrulega skemmtilegi liðsmenn sem við erum með. Jú. Ágúst Árni og Hannes eru flott, gaman að hafa 2 konur á móti einum kalli. Jú. Og eru gaman að takast af við lið Kópavós, en þar er einmitt fyrirverandi Þorlákshafnarbúi. Nú, já. Þannig að það eru margir hérna sem veit ekki alveg hvernig þeir það er hún Rannveig Jónsdóttir, hún á foreldra og systkini hér í Þorlákshafn. Já. Og það verður svolítið erfitt að ákveða með hverju þetta halda. Já, þannig að þetta verður skemmtileg rimma á morgun. Þetta verður rosalega spennandi, alveg sérlega gaman. Og það geta allir mætt í sjónvarpssal. Það er bara öllum boðið og það er mjög gaman. Það er bara að mæta... Að upplifa stemninguna í salnum. Já, nákvæmlega. Mæta bara tímalega? Mæta í Markurstorgi, ég held að sé hálftíma fyrir útsendingu. Já. Og það er bara skemmtilegt. Algjörlega. Skemmtilega að fara að hvetja liði. Það er líka svo peppandi og gaman fyrir þau að fá svolítið góðan stuðning úr sal. Og það er gaman að sjá kunnulega andlit í sjónvarpinu. Það er alltaf skemmtilegt, sko, já. En stuðningur skiptir miklu máli. Þorrablót, er það á döfinni hjá ykkur? Það er Þorrablót 7. febrúar. 7. febrúar, já. Og þannig að ég held að mér skilst að þessi verið að selja miða og svona stemning og það skemmir ekki fyrir að hafa þetta veður. Þetta þykir þetta náttúrulega bara þorranum og svona sem sumum finnst rosa mikið góðgæti. Miðasalinn hefst í dag, segir hérna á hafnafrétti.is til dæmis. Já. 50daginn 28. janúar. Það er í dag og á morgun. Þannig að það er að kaupa miða í Ráðhúsinu frá 8:30 til 9:30. Hérna bara fyrir fram að Landsbankann. Já, og einnig á morgun. Já. Þetta er alltaf skemmtileg. Það er ekki alltaf á Þorrablót? Ef ég kemst. Ef þú kemst, já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Það er stemning. Þarna er bara svona þverskurður á samfélaginu að mæta og hafa gaman saman. Já. Þetta er ákveðin stemning. Skemmtun sem enginn má missa af. Það er bara þannig. Hvernig gengur að kynna pílagrímagöngur á Suðurlandi? Það gengur bara ágætlega. Við höfum fengið mjög góðar viðtökur og það er meira að segja það er ferðaskrifstofa sem hefur verið að fara út með fólk í pílagrímagöngur. Já. Og hún tók fyrsta legginn í okkar pílagrímagöngu, þeir sem er að fara í sumar, til þess að æfa sig og ákvaða að labba úr Strandakirkju og hinga í Þorlákshöfn. Já. Tóku þetta á sunnudeginum og það gekk bara mjög vel. Reyndar svolítið erfitt að ganga þetta á þessum tíma því að maður er að ganga þetta í sandi. Já. Og það er svona, efsta lagið var frosið og svo datt maður onni, þannig að þetta var svolítið erfitt hjá þeim en samt alveg óbúslega skemmtilega leiði. Náttúrulega gaman að ganga þetta. Jú, þetta er fallegt svæði. Mjög fallegt svæði.
Þannig að þetta bara, þannig að það alveg ljóst að fólk duglegt og þetta verður gengið alveg. Þetta ykkur að fá hugmynda og þessi ferð, hún mun bara þróast. Algjörlega, og þið munið fara af stað hvenær í þá maí eða? Já, þetta verður á 5 helgum og fyrsta helgin eða fyrsti sunnudagur sem verður gengið, það 22. maí. Já. Þá einmitt þessi leið Strandakirkja, Þorlákskirkja gengin. Og svo verður tvisvar gengi í júní, þá annan og þriðja legginn sem fyrirleggurinn Þorlákshöfn Stokkseyri og svo Stokkseyri Villikaholt. Og 10. júlí Villikaholt í Flóa upp að Ósvallakirkju á Skeiðum og svo síðasti leggurinn 24. júlí. Þá gengi sem leiðliggur frá Ólafsvallakirkju og í Skálholt Dómkirkju þar sem akkurat þessa helgi verið að halda Skálholts hátíð. Og mér skilst að þar hittist þá pílagrímar, þeir sem hafa verið að ganga pílagrímagöngu, bæði hérna af Suðurlandinu og svo líka úr Borgarfirðinu. Já. Þannig að þetta svolítið tímasett með það í huga að allir komi svo saman þarna í Skálholti og þar einhver dagskrá í kirkjunni og eitthvað skemmtun. Ganga beint í messu? Já, eitthvað skemmt að þú á því plani sem við erum að tala um. Já. Okkurlega, þetta er frábær hugmynd. Já, það örugglega góður endir á þessum göngum. Já. Get ég trúa. Ég myndi nú halda það. Herðu, ykkar menn Þór Þorlákshöfn heldur betur að standa sig og þeir eru komin í úrslit. Þeir eru að fara að taka þátt í fyrsta skipti í bikarúrslitum. Þannig að við erum alveg að springa úr stolti að sjálfsögðu. Það ekkert annað hægt. Óbúslega gaman að fylgjast með hvernig þeir eru búin að vera bara í þvílíku stuði. Já, þeir sigra þarna sterkt lið Keflvíkinga og mæta svo KR í höllinni, þannig að þetta frábær árangur. Alveg frábær og við erum alveg, ég bara hvet fólk til að fylgja liðinu til Reykjavíkur. Já, og svo hefur líka verið talað mikið um það að bæði leikmenn og þeir sem að koma að þessu að þeir eiga magnaða stuðningsmenn. Já. Það ég veit ekki hvort að kalla sig þá græna drykkinn, en það var allavega græni drykkinn og hann var alveg, þetta var allavega, hann vakið mikla athygli, öflugir stuðningsmenn. Þarna komum við enn og aftur á því hvað stuðningur skiptir miklu máli. Það bara skiptir öllu. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þeim í lok febrúar, hampatillinu með það ekki? Jú. Það verður mjög gaman. Mér finnst svo gaman að heyra í hann Einar Árni sem þjálfari liðsins talaði að þetta var lítið samfélag með stórt hjarta og ég held að það sé líka stuðningurinn, hann skipti öllu máli. Við erum að sýna það að við höfum alveg hjartaslær fyrir þessa stráka. Já, algjörlega. Þetta er skemmtilegt. Eitthvað meira sem þú vilt koma framfæri? Já, við erum bara í góðum gír fyrir helgina og erum að taka niður sýningu hérna á bókasafninu og erum að fara að opna sýningu í næstu viku. Þar verða hellaljósmyndir. Já. Hann Guðmundur Brynjar sem hefur verið að taka ljósmyndir í hellum alveg í mörg ár og á alveg fullt af myndum. Hann hefur áður haldið hérna sýningu sem vakti mikla athygli og nú erum við með fleiri myndir og gaman að geta sýnt þetta. Já. Það verður í næsta 5. dag. Næsta 5. dag, takk fyrir þetta. Þegar ég veitir frá því næst ef við heyrumst. Endilega, eigðu góða helgi. Takk sem leiðis. Takk, bless.